Já, góðan dag og verið velkomin á 329. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Þetta fyrsti fundur okkar eftir sumarleyfi sveitarstjórnar og ég vona að þeir sem eru hér í streymi og þeir sem sitja í salnum hafi átt gott sumar. Ég ætla þá að setja þennan 329. fund sveitarstjórnar formlega og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki þá ætla ég áður en ég fer í dagskrá fundarins að renna yfir þá sem sitja hér í salnum í dag. Það Anton Kári Halldórsson, Tómas Birgir Magnússon, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Þóra Björg Ragnarsdóttir sem ritar fundargerð og Sigurmundur Páll Jónsson sem sér tækni og útsendingarmál. Og þá förum við í dagskrá fundarins. Fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra 12. september 2024. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Komið þið sæl. Sveitarstjórnarfulltrúar, oddviti og kæru tilheyrendur. Gaman að vera með ykkur aftur hérna eftir sumarfrí og vonandi hefur sumarið farið vel með ykkur. Ég ætla að renna hérna að venju yfir það helsta sem hefur verið á döfinni. Að venju stikla hjá stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við að undanförnu. Sveitarstjórn hér samankomin á ný eftir sumarfrí en byggðarráð hefur sinnt hennar störfum frá því í júní. Ég vil bjóða sveitarstjórnarmenn velkomna til starfa á ný og hlakka til áframhaldandi góðs samstarfs í þeim fjölbreyttu verkefnum sem framundan eru. Eitt af stóru verkefnum sem bíður sveitarstjórnar á hausti gerð fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár. Sú vinna umfangsmikil og krefjandi en einnig mjög skemmtileg þegar hópurinn samstilltur og allir með það megin markmið að vinna sveitarfélaginu og íbúum þess til heilla. Að venju voru verkefni sumarsins mörg og fjölbreytileg. Sumarið stuttur gluggi til að sinna þessum verkefnum og ég tala nú ekki þegar að veðrið ákveður að vera ekki alveg með okkur í liði. En líklega getum við öll sammælst að liðið sumar fari ekki í sögubækurnar sögum góðviðris. En allir lögðu hönd á plóg og gerðu sitt besta í að sinna umhirðu á fjölmörgum stöðum í okkar sveitarfélagi. Ber þar helst að nefna unglingavinnun okkar og starfsmenn áhaldahús og langar með að færa sumarstarfsmönnum okkar kærar þakkir fyrir vel unnin störf. Við höfum saknað þess undanfarið að vera ekki með garðyrkjustjóra að störfum en ekki tókst að ráða í þá stöðu síðastliðið vor. Verið að undirbúa að auglýsa það starf að nýju og vonir standa til þess að okkur takist að ráða í starfið sem fyrst. Þetta starf hefur sannað sig í að vera mjög mikilvægt í að plana og stýra framkvæmdum við fegrun og betrumbætur á okkar fallega umhverfi síðastliðin ár. Verklega framkvæmdir hálfu sveitarfélagsins hafa verið í fullum gangi í sumar. Að venju var sumarlokunartími Hvolsskóla nýttur vel til hinna ýmsu viðhalds og endurbóta á skólahúsnæðinu. Í byrjun sumars, þegar hafist var handa, reyndust áætlaðar framkvæmdir umtalsvert meiri heldur en gert var ráð fyrir. Með öflugum iðnaðarmönnum náðust að vinna þau verk sem þurfti til að skólahald gæti hafist að nýju. Ljóst að næsta sumar þarf einnig að fara í umfangsmiklar framkvæmdir á húsnæði skólans, bæði á ytra byrði og eins á gólfvefnum innanhús. Gatnagerð í 3. og 4. áfanga Hallgerðartúns var áframhaldið í sumar, þar sem götur voru malbikaðar. Stefnt að því að gatnagerð í þessum áföngum ljúki að fullu næsta sumar með uppsteypu kantsteina og gerð gangstétta. Mikil og hröð uppbygging á sér stað þessi misserin í Hallgerðartúni, þar sem hvert íbúðarhús á fætur öðru rís og skapar fallega götumynd. Ef áfram heldur sem horfir verður ekki langt í að Hallgerðartún verði fullbyggt og því nauðsynlegt að fara að huga að áframhaldandi gatnagerð og úthlutun lóða í Bergþórugerði. Vinna við göngustíga sem tengja Hallgerðartún við grænasvæði í hjarta Hvolsvallar og áfram að Hvolsskóla stendur nú yfir. Fyrirhugað að þeim framkvæmdum ljúki á næstu viku. Unnið hefur verið að úrbótum til að lagfæra aðgengi og auka öryggi vegfarenda á Vallabraut við Hvolsskóla, leikskólann Nöldun og íþróttahús. Þeim framkvæmdum ekki lokið og verður haldið áfram að vinna að þeim fram á haustið. Stærstu framkvæmd sumarsins, gerð nýs bílastæðis við Skógafoss, miðar vel áfram og gert ráð fyrir því að bílastæðið verði fullbúið í næstu viku. Eins og áður hefur komið fram, mun verða gjaldtaka á nýja bílastæðinu
og verður gjaldið nýtt til áframhaldandi uppbyggingar á svæðinu í kringum Skógafoss og innan þéttbýlisins í Skógum. Í kjölfar erindis Rangárþings eystra til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis skipaði ráðherra starfshóp sem hefur það hlutverk að kanna fýsileika þess að stofnaður verði þjóðgarður í Þórsmörk. Sá sem hér stendur ásamt Rafni Bergsyni eru fulltrúar Rangárþings eystra í umræddum starfshóp. Starfshópnum falið að meta kosti og galla þess að stofnaður verði þjóðgarður á Þórsmörkusvæðinu með tilliti til áhrifa á samfélag, þróun ferðaþjónustu á svæðinu, umhverfi og efnahag. Áætlað að starfshópurinn skili tillögum til umhverfis-, orku- og auðlindaráðherra eigi síðar en 15. nóvember 2024. Starfshópurinn hefur nú þegar átt nokkra fundi til að plana þá vinnu sem framundan Hópurinn taldi mikilvægast í upphafi að boða alla hagaðila að borðinu til skrafs og ráðagerða. En hagaðilar eru mjög margir og nauðsynlegt að allar raddir fá að heyrast. Á næstu misserum munu því verða haldnir margir fundir með mismunandi hagaðilum. Að sjálfsögðu eru íbúar í Rangárþingi eystra stórir hagaðilar að málinu og verða haldnir opnir íbúafundir þar sem óskað verður eftir áliti almennings. Til áréttingar þá vil ég taka sérstaklega fram í þessu umfangsmikla máli hafa engar ákvarðanir verið teknar og fulltrúar starfshópsins hafa á engan hátt myndað sér skoðun fýsileikann. Hvort að þessum plönum verður eða ekki því alls óvíst, en það alveg kristaltært að skoðun íbúa og annarra hagaðila í Rangárþingi eystra vegur þungt og allir taka þátt í þessari vinnu með hag sveitarfélagsins Rangárþings eystra og íbúa þess að leiðarljósi. Að venju fóru fram nokkrar veglegar hátíðir í Rangárþingi eystra þetta sumarið. Ber það fyrst að nefna 17. júní hátíðahöld sem haldin voru víðsvegar í sveitarfélaginu. Ef mig brestur ekki minni voru meira að segja sólarglætur þennan dag. Hátíðahöld voru flest í veglegra móti í tilefni 80 ára afmælis lýðveldisins Íslands. Hin ýmsu sjálfboðaliðasamtök og félög eiga stórt hrós skilið fyrir sína aðkomu að hátíðunum og færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir. Malarhjólakeppnin The Rift var haldin í júlí. Keppnin hefur vaxið ár hvert frá því hún var fyrst haldin sumarið 2019. Uppselt var í keppnina og tók að þessu sinni 1200 keppendur þátt. Það ávallt mikið umstang í kringum keppnina með alls konar raski á daglegu lífi okkar íbúa. En að sjálfsögðu tökum við því fagnandi að eitt stærsti íþróttaviðburður á Íslandi skuli fara fram hér hjá okkur í Rangárþingi eystra. Sveitarfélag hefur átt í mjög góðu samstarfi við keppnishaldara og það til fyrirmyndar hversu gott skipulag og utanumhald viðburði. Nú þegar hefur verið óskað eftir heimild til að halda keppnina á ári, en þá verður gert ráð fyrir 1400 keppendum. Kjötsúpuhátíðin okkar tókst með eindæmum vel, þrátt fyrir að veður og vindar hafði leikið okkur ansi grátt og litlu mátti muna að stóra tjaldið á miðbæjartúninu tæki flugið. Vikan var undirlögð í fjölda viðburða sem voru allir vel sóttir og almenn gleði réði ríkjum. Sjálf hátíðardagskrán sem fram fór á laugardeginum var vel heppnuð og voru þar veittar hinar ýmsu viðurkenningar til íbúa sem allir áttu þann heiður skilið. Innilega til hamingju með ykkar viðurkenningar. Brekkusöngur kvöldið var alveg hreint magnaður undir dyggri stjórn Guðrúnar Árnýjar og ef það stóð tæpt morguninn að tjaldi fiki var það ekkert í líkingu við stemminguna sem myndaðist svo þakið tók næstum af í fjöldasöngnum. Dansleikur stuðlabandsins fór vel fram eftir því sem næst verður komist skiluðu allir sér heim, sælir og sáttir. Það var svo vaskur hópur sem setti loka punktinn við hátíðahöldin í sögugöngum Hvolsvöll með þeim Ísólfi Gylfa og Lárusi Bragasyni, en þar var ekki töluð vitleysan og þeir félagar miðluðu að stakri snilld sinni þekkingu sögun okkar. Þau gleðitíðindi bárust í sumar að höfuðstöðvar nýrrar náttúruverndarstofnunar yrðu á Hvolsvelli. Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur talað fyrir störfum á staðsetningar og flutningi ríkisstofnana út á land árum saman. Loks virðist árangur hafa náðst að einhverju leyti í þeim málum. Búið að auglýsa stöðu forstjóra stofnunarinnar og verið að vinna í ráðningarferli. Stofnunin mun taka til starfa frá næstu áramótum og mun aðsetur hennar verið ráðhúsi Rangárþings eystra á Hvolsvelli. Skilyrt að forstjóri hafi sína starfstöð á Hvolsvelli og munu alltaf 6 stöðugildi færast til okkar í Rangárþingi eystra þegar framlíða stundir. Helsta hlutverk nýrrar náttúruverndarstofnunar að sinna verkefnum á sviði náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar, friðlýstra svæða, þar með talið þjóðgarða, vernd villtra fugla og spendýra og veiðistjórnunar. Þetta virkilega stórt og gott skref í rétta átt og býð ég nýja stofnun hjartanlega velkomna í Rangárþingi eystra og vona að sjálfsögðu starfsemi hennar eigi eftir að blómstra hér ókomin ár.
Það sannar sig að litið til okkar þar sem innviðir eru sterkir og samfélagið tilbúið að taka á móti góðu fólki sem hér vill setja stað. Engin látið hefur ríkt yfir skipulags- og byggingamálum þetta sumarið. Það er virkilega gaman að sjá framkvæmdagleðina sem ríkir og ný mannvirki rísa víðsvegar í sveitarfélaginu. Er að ræða ýmsu mannvirki, íbúðarhús, sumarhús, gistihús, landbúnaðarbyggingar og fleira. Skipulag er forsenda þess að unnt sé að framkvæma og eru ýmis áform þar í pípunum, bæði þétt og dreifbýli. Mörg spennandi verkefni eru á teikniborðinu og hveti íbúa til að fylgjast vel með auglýsingum skipulagsmál og láta sig málin varða. Nú tekið að hausta hjá okkur, full snemma þykir sumum, en við skulum vona að það fari okkur mjúkum örmum. Skólahald komið á fullaferð og hlutirnir að falla í hefðbundna rútínu, sem flestum þykir gott. Haustin eru annarsamur tími í stjórnsýslu sveitarfélagsins og verður gaman að fást við öll þau spennandi og krefjandi verkefni sem okkar bíða á næstu misserum. Að lokum ekki hægt að leggja fram minnisblað í september án þess að minnast á smalamennsku og réttir. Það er fátt meira gefandi en að taka gott spjall við glaðan bónda og jafnvel að hlaupa smá á sér hornin í réttum á björtum haustdegi. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Er einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, oddviti og aðrir fundamenn. Takk fyrir góða yfirferð, Anton Kári. Ég tek undir það, gott að koma aftur til starfa eftir sumarleyfi og ég vona allir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélagsins hafi átt gott sumarfrí og geta hlaðið batteríin. Það er auðvitað ákaflega gaman að hlusta á þetta minnisblað. Það er mikið í gangi, mikið verklega framkvæmdir, uppbygging er mikil og hröð og það gengur hratt að í rauninni standa að innviðum í takt við það sem er mjög ánægjulegt. Það má þó ekki vanrækja viðhald gatna og gangstétta í eldri hverfum og við fulltrúar B-lista höfum lagt áherslu á það og hlökkum mikið til og vonumst til þess að verði gerð veruleg gangskur í því næsta sumar, enda búið að vera að vinna að undirbúningi þess og tekið tillit til þess vonandi í fjárhagsáætlanagerðinni. Það er orðið veruleg þörf á úrbótum víða í eldri hverfum, bæði í götum og gangstígum. Ég vil líka lýsa yfir ánægju minni með þessi störf án staðsetningar. Ég hef reyndar stundum tekið aðeins dýpra í árinu og sagt við þurfum að hafa þetta einmitt störf sem eru tilgreind með staðsetningu á landsbyggðinni svo þau fari ekki aftur til Reykjavíkur. Því ef þau eru skilgreind án staðsetningar þá getur auðvitað fólk flutt með störfin með sér aftur til höfuðborgarsvæðisins. Það vill stundum gerast og þess vegna hefur þessi þróun kannski gengið hægar en vera ber. Þannig að en ánægjan er mikil að fá þessi störf hingað og mér langar líka þá að bara koma að því að við gætum þess samt að hafa hér rými fyrir aðra starfsemi til þess að hér geti þróast öflugt atvinnulíf með skrifstofu aðstöðu hér á skrifstofu sveitarfélagsins. Það hefur gengið vel undanfarin ár og spurst vel fyrir. Ég tek líka undir þetta með garðyrkjustjórann sem við höfum því miður ekki notið krafta nú í sumar þar sem ekki náðist að ráða í það starf og ég styð það heils hugar að þar verði reynt áfram hörðum höndum að finna fulltrúa í það starf. Það er verulega mikilvægt að mínu mati. En við fulltrúar B-lista okkur langar að koma hérna með smá bókun varðandi nýafstaðna kjötsúpuhátíð sem var einkar glæsileg. Nýafstaðin kjötsúpuhátíð í Rangárþingi eystra var gríðarlega vel sótt og heppnaðist nokkuð vel þrátt fyrir að veðurguðirnir hafi ekki verið okkur hliðhollir þetta árið. Bæjarhátíð eins og kjötsúpuhátíðin er að mati undirritaðra mikilvæg til að halda uppi menningu og að skapa líf og gleði í sveitarfélaginu og sérstaklega gaman að sjá hversu margir fyrrverandi íbúar og aðrir gestir sækja hátíðina. Dagskráin að þessi sinni var mjög fjölbreytt og gátu allir fundið sér eitthvað til að taka þátt í og er augljóst að mikill undirbúningur hefur átt sér stað og hefur fjöldi starfsmanna sveitarfélagsins lagt mikið á sig svo útkoman yrði sem allra best. Þeir eiga allir þakkir skildar. Auk þess viljum við fulltrúar B-lista þakka öllum íbúum og fyrirtækjum sveitarfélagsins sem leggja sitt lóð á vogarskálarnar
svo slík hátíð geti orðið jafn glæsileg og raun ber vitni en íbúar og fyrirtæki reiða fram súpu á föstudagskvöldinu og hlaupa skammtarnir þar á þúsundum sem gestir njóta. Slík gestrisni aðdáunarverð og megum við vera stolt af okkar góða samfélagi. En því fylgir mikil ábyrgð að halda stóra hátíð eins og kjötsúpuhátíðin orðin. Passa þarf að allt fari friðsamlega fram og eftir lögum og reglum. Flestir, ef ekki allir, hafa tekið eftir þeirri umræðu í samfélaginu varðandi unglingadrykkju og ljóst að afturför hefur átt sér stað í þeim málum á Íslandi síðastliðin ár. Það unglingadrykkja hefur aukist, auk þess sem notkun nikótíns og annarra vímuefna virðist hafa aukist meðal unglinga sem sorgleg þróun og sýnir að aldrei má slaka á í forvörnum. Á 300. og 19. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra í fyrra steig fulltrúi B-lista í pontu á sveitarstjórnarfundi og minnti á mikilvægi þess að fyrirbyggja áfengisneyslu ungmenna og einnig að bregðast þyrfti við á viðeigandi hátt ef vart yrði við slíkt á kjötsúpuhátíð Rangárþings eystra. Oddviti þakkaði fyrir góða ábendingu þá. Fyrir kjötsúpuhátíð núna í haust hafði markaðs- og kynningafulltrúi samband við alla sem ætluðu að bjóða upp á súpu og hvatti alla sem ætluðu einnig að veita áfengi að passa aldurstakmörk sem vel. Einnig skrifaði íþrótta- og æskulýðsfulltrúi pistil á Facebook síðu sveitarfélagsins þar sem minnti á að börn og ungmenni eiga ekki að neyta áfengis. Það skýtur því skökku við að sjá mörg börn undir lögaldri á kjötsúpuballinu á laugardagskvöldinu og meðal annars börn á grunnskólaaldri. Á staðnum var bar, þar sem selt var áfengi sem á alls ekki samleið við það að halda ball fyrir börn undir lögaldri. Auglýst var 18 ára aldurstakmark á ballinu en ekki var að sjá að því væri fylgt eftir á fullnægjandi hátt. Slík vinnubrögð eru algjörlega óviðunandi og minnum við á að Rangárþing eystra ábyrgðaraðili hátíðarinnar allrar. Rangárþing eystra ætti að vinna að forvörnum af heilum hug en ekki skapa aðstæður þar sem möguleikar á óæskilegri hópamyndun og unglingadrykkja geta átt sér stað. Við fulltrúar B-lista ítrekum því ábendingar okkar frá fyrra ári að gæta þurfi að fullnægjandi gæslu og eftirliti á viðburðum sem sveitarfélagið stendur fyrir og ber ábyrgð á. Undir þetta kvitta Bjarki Oddsson, Lilja Einarsdóttir og Rafn Bergsson. Takk fyrir. Takk fyrir Lilja. Þú sendur það ekki bókunina bara á Þóru. Hún bætir því inn. Já, varðandi kjötsúpuhátíðina og þar sem þar fór fram að margt vel heppnað og líka annað sem átti betur fara. Og til dæmis eins og Lilja kom inn á að gæsla og annað framkvæmd á ballinu. Henni var ef til vill í einhverjum þáttum ábótavant. Og ég ætla svo sem ekkert að rekja einhver tildrög eða annað en það búið að eiga fund sem sagt hér með þeim sem héldu hátíðina og fara yfir stöðuna. Og ég held að það sé bara að mörgu að hyggja. Það eins og þið segið já, með framkvæmd og annað. Við þurfum bara að ákveða hvernig á að hafa það og hvernig því er best háttað. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá förum við í annan lið á dagskrá og það tillaga að færa fasta fund sveitarstjórnar í október 2024. Tillaga að fella niður fastan fund sveitarstjórnar sem halda á samkvæmt fundardagatali 10. október og setja á í staðinn aukafund sveitarstjórnar 17. október. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef ekki þá bara ber ég þessa tillögu fram til samþykktar, þeir sem hana samþykkja rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá það þriðja mál á dagskrá og það inngildingarverkefni SAS, boð þátttöku og tilnefning fulltrúa. Lagt fram bréf Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga þar sem Rangárþingi eystra boðin þátttaka í verkefni sem ber heitir fjölmenning og inngildingaráætlanir á Suðurlandi.
Verkefnið framhaldsverkefni og var sveitarfélagið þátttakandi í því. Einnig óskað eftir tilnefningu starfsmanns sem tengilið og þáttaka í verkefninu fyrir hönd þess sveitarfélags. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Áteti. Ég heldur bara svona rétt þetta mjög mikilvægt verkefni og við talum ekki á Suðurlandi þar sem að okkar nýbúar eða sem sagt hlutfall erlenda íbúa í okkar samfélagi bara að aukast jafnt og þétt. Og þetta verkefni gerði okkur það kleift á sínum tíma að stofna fjölmenningarráðið okkar og keyra það af stað. Og mér langaði kannski líka bara aðeins svona hrósa fjölmenningarráðinu okkar. Það virkilega öflug nefnd að störfum. Og það gengur vel undan henni og fullt af góðum hugmyndum. Þannig að ég bara hvet og kannski hvet á önnur sveitarfélög líka fyrst að það í boði að taka þátt í þessu verkefni. Þannig að bara áfram gakk. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Áteti. Mig langar bara að taka undir með Antoni Kára. Við höfum þarna stigið farsæl skref í átt að bættri inngildingu í sveitarfélaginu með því að taka þátt í svona verkefni og með stofnun fjölmenningarráðs. Og það engin ástæða til að stoppa núna. Við getum lært margt til viðbótar, við getum lært fullt af sveitarfélagunum í kringum okkur og við getum líka deilt þeirri þekkingu sem við höfum aflað okkur hingað til, þannig að ég bara tek heilshugar undir það. Þetta bara virkilega fínt og þarna virkilega gott að halda þessari vegferð áfram því að það alveg klárt að það að breytast hjá okkur svolítið íbúaþróunin og það bara okkar skylda að halda áfram að þróast í takt við það. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ég vil bara taka undir með Antoni Kára og Bjarka. Þetta flott verkefni og gaman að sjá kraftinn í fjölmenningarráðinu og eitthvað sem við þurfum bara að vinna áfram og hlúa að. Þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn fagnar verkefninu og samþykkir fyrir sitt leyti þátttöku Rangárþings eystra. Sveitarstjórn tilnefnir Helgu Guðrúnu Lárusdóttur sem tengilið sveitarfélagsins í verkefninu. Þeir sem það samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í skipulagsmál. Fjórða mál á dagskrá, deiliskipulag Strönd 1A. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki, þá les ég upp eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá, það fyrirspurnir loftgæðamælir á Hvolsvelli. Skipulags- og umhverfisnefnd hvetur sveitarstjórn til þess að skora á Umhverfisstofnun að setja upp loftgæðamæla í Rangárþingi eystra. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Áteti. Akkurat. Takk Áteti. Mér langaði bara að koma upp og aðeins fylgja þessu máli eftir sem fulltrúi í skipulags- og umhverfisnefnd. Þetta svo sem mál sem kom bara til umræðu á nefndarfundinum eftir langvarandi tíð af gosmóðu og öðru og umræðu loftgæði. Við erum líka að glíma við þarna eftirköst af eldgosunum kringum 2010 og 2011 í formi svifryks
og þegar við kíkjum inn á vef Umhverfisstofnunar, þar er hægt að skoða loftgæðatölur og það má bara sjá stórt gat í mælaneti stofnunarinnar. Það mælir á Selfossi, 2 mælar og næst svo Kirkjubæjarklaustri. Þannig að okkur þótti upplagt að við myndum bara skora á Umhverfisstofnun að koma og setja upp mælir hérna því að það full þörf á að þétta netið örlítið. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá legg ég eftirfarandi bókun fram til staðfestingar. Sveitarstjórn tekur jákvætt í tillöguna og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 7. liður umsókn framkvæmdaleyfi Tindfjallahlíð, vegagerð. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt þar sem framkvæmdin samkvæmt deiliskipulagi. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Nei. Ef svo ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfisins. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Bjarki og Anton Kári, já, það samþykkt samhljóða. Og 7. liður umsókn framkvæmdaleyfi, Barkarstaðir efnistaka. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt. Framkvæmdin innan heimilda fyrir efnistöku á E52 með vísan í aðalskipulag sveitarfélagsins. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki þá ber ég upp eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá það 8. liður, það aðalskipulag, breyttir skilmálar í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020–2032. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja ræða þennan lið? Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og að aðalskipulag breyting verði send til yfirferðar fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem staðfesta rétt upp hönd. Það staðfest samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 9, það aðalskipulag Steinar 1 breyting. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi 9. lið? Ef ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og að aðalskipulagsbreyting verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 10. liður deiliskipulag Steinar 1. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá deiliskipulag Stekkjargrund. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir framlagða tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhver sem vil tjá sig?
Varðandi 11. lið, ef ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja réttu upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 12. liður er landskipti Steinmóðarbær, vegsvæði. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og leggur til að sveitarstjórn þau verið samþykkt ásamt tillögu að nýju staðfangi. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir landskiptin og hið nýja staðfang. Þeir sem það staðfesta réttu upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 13. lið á dagskrá sem eru landskipti Hólmatjarnir, vegsvæði. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og leggur til við sveitarstjórn að þau verið samþykkt ásamt tillögu að nýju staðfangi. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir landskiptin og hið nýja staðfang. Þau sem samþykkja réttu upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 14. lið á dagskrá og það er nokkrar næstu liðir staðfestingar á fundargerðum byggðarráðs. Frá því í sumar 14. liður, það er fundur byggðarráðs númer 258 og fundargerðin er lögð fram til umræðu og staðfestingar. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi eitthvað í þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá legg ég fundargerð 258. fundar byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem það staðfesta réttu upp hönd og það er samþykkt samhljóða. 15. liður, þá erum við komin í byggðarráð 259. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 259. fundar byggðarráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá legg ég fundargerð 259. fundar byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem staðfesta réttu upp hönd, hún er staðfest samhljóða. Þá erum við komin hér í 16. lið og það er byggðarráð 260. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 260. fundar byggðarráðs. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ætla ég að leggja fundargerð 260. fundar byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Sem hana staðfesta réttu upp hönd, það er staðfest samhljóða. Og 17. liður á dagskrá er byggðarráð 261. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 261. fundar byggðarráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Svo er ekki, þá legg ég fundargerð 261. fundar byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta réttu upp hönd, hún er staðfest samhljóða. Og 18. liður á dagskrá er byggðarráð 262. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 262. fundar byggðarráðs. Er eitthvað inn í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá legg ég fram 260. og aðra fundargerð byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þú sem hana staðfesta réttu upp hönd, hún er staðfest samhljóða. Og þetta var síðasti dagskrárliður á fundinum.
og ég bara þakka þeim sem eru í salnum og þeim sem horfðu á fundinn og slít hér með þessum sveitarstjórnarfundi. Takk fyrir.